Dag einn var Tommi við lestarstöð þegar Gyrðir kom aðvífandi með kolavagna. Púff, sagði Tommi, en skrítin lykt. Finnur ekki lyktina? Ég finn enga lykt, sagði Anna. Einkennileg fúkalykt, sagði Tommi. Þú eitt finnur hana, rumdi Gyrðir, hún hlýtur að vera af þér. Fyrir stuttu hafði hann farið út í skurð. Tomma fannst gaman að stríða honum á því. Anna, Klara, vitið hvaðan ég held að hún komi? Þetta er skurðafíla. Áður en Gyrðir náði að svara var Tommi farinn. Anna og Klara trúðu varla sínum eigin eyrum. En sá Dóni, ég dauðskammast mín, en sá Dóni. Og við Tomma sögðu þær, vertu ekki svona mikill Dóni, við skömmumst okkar fyrir þig. En Tomma var alveg saman. Þetta var fyndið, sagði hann og kímdi við. Hann var mjög ánægður með sjálfan sig. Anna og Klara voru í öngum sínum. Þær báru mikla virðingu fyrir Gyrði, stóru eimreiðinni. Tommi skildi vagnana eftir á stöðinni og fór niður að námunum að sækja kolavagna. Fyrir löngu höfðu verið grafnar kolanámur langt niður í jörðina. Göngin voru nógu sterk til að þola kolavagna en ekki eimreiðar. Á stóru skilti voru þær varaðar við að fara niður í göngin. Varúð, eimreiðar mega ekki fara lengra en hingað. Bjána skilti, hugsaði Tommi. Hann hafði oft reynt að fara fram hjá því en án árangurs. En þennan dag hafði hann dálítið á prjónunum. Kindarinn fór til að stilla skiptisporið. Þá er komið að því, hugsaði Tommi. Hann tók snöggt viðbragð þannig að lestarstjórinn datt af lestinni og svo fylgdi hann kolavögnunum inn á hliðarsporið. Komdu aftur, hrópaði lestarstjórinn. Eldur og reykur, sagði Tommi. Nú er ég fastur. Og það var hann. Æ, sagði hann, ég er nú meiri kjáninn. Og óþekktarormur líka. Ég sá til þín, sagði feiti eftirlitsmaðurinn. Hjálpið mér héðan, ég skal aldrei óhlýðnast aftur. Ég veit ekki. Ekki getum við lyftir með krana, undirstaðan er ekki nógu traust. Sjáum til. Kannski getur Gyrðir dregið þig út. Ó, já, sagði Tommi. En hann langaði ekkert til að hitta Gyrði alveg strax. Er hann fastur í námunni? Hló Gyrðir. Puff, puff, Tommi litli. Við náum þér héðan eftir nokkur puff. Þykkur stálvír var festur á milli eimreiðanna tveggja. Viðbúnir, toga! Þetta var miklu erfiðara en nokkur hafði átt von á, en að lokum var Tommi laus. Fyrirgefðu mér ósvífnina, sagði Tommi. Það er allt í lagi, Tommi, ég hló, svaraði Gyrðir. Ég er í ónáð. Ég líka, sagði Tommi. Já, það er rétt, Tommi. Eigum við að stofna bandalag, þú hjálpar mér og ég hjálpa þér? Það er gott, svaraði Tommi. Þá er það ákveðið, rumdi Gyrðir. Og svo héldu bandamennirnir sáttir heim á leið fastir saman.